það sem að heilla mig í gæðingakeppnina svolítið þessi frjálsleiki. Þú þarft að kunna að ríða hestinum fram og ég held að það eru margir hestar í dag sem þurfa það aðeins í bland. Það gott að þjálfa hestana sína agað og hafa þau fallegum höfuðburði og mjúka að sjálfsögðu. En ég held að margir hestar gætu batnað við að teygja aðeins meira á þeim. Gæðingakeppnin í raun og veru elsta keppnisformið okkar. Við byrjuðum, þegar við byrjaði að keppa á hestum, íslenska hestinum, að þá var raun og veru byrjaði að keppa í gæðingakeppni og hún búin að þróast vel, hún búin að færast nær sportinu en samt hefur haldið sínum sérkennum og ég held að við megum alls ekki missa gæðingakeppni út hjá okkur. Hún að verða vinsælli erlendis og það eru hestar sem að virka frábærlega í sport en ekkert endilega frábærir gæðingakeppnishestar þó þeir séu yfirleitt góðir. Og öfugt að við erum með hestar sem að ekkert endilega að fungera alveg inn í sportið til þess að vera í hæsta klassa. Gæðingar alltaf að virka allstaðar en þeir geta verið frábærir í gæðingakeppni. Ég mjög hrifinn af og finnst gaman af íþróttakeppni. Mér finnst gæðingakeppni líka frábær og mér ofsalega gaman að horfa á fallega uppsetta gæðingakeppnisýningu. þar sem hesturinn fær að njóta sín með mikið rými og teygju en samt frjáls og án mikillar þvingunar. Á Glóðafreyki frá Halakoti með 9,0. Reiðmennskulega séð held ég að sé líka mjög verðmætt fyrir þessa eins og barnaflokkin, krakkarnir læra að hleypa á stökki, ekki bara á hægu stökki. Byrja á hægu stökki, teygja hestinn upp í full afköst og hafa síðan valdað hjá henni. Það mikla kröfur og krefst mikils af 10-12 ára barni. Það er rosalega gaman að sjá þetta og segja mikið til tamningun á hestinum og færni knappans. Ég keppi á mínu fyrsta landsmóti 9 ára gömul á Kamban frá Húsavík og það var fyrsta landsmóti sem við unnum saman og gæðingakeppni hefur alveg gert mjög mikið fyrir mig, bara mótaði mig mjög mikið sem knapa þegar ég var yngri og ég lærði bara mjög mikið að ríða hestinum fram og í afköstum og þannig að já, ég myndi segja að þetta bara hafði mjög mikil og góð áhrif á mig sem reiðmann í rauninni. Og þetta er alveg svona kunst fyrir ungan knapa í rauninni að hleypa svona og þú veist láta hestinn taka á því og þú þarft alveg að hafa stjórn á orkunni í hestinum. Íþróttakeppnin búin að gera mikið fyrir okkur, bæði reiðmennskulega séð og markaðslega séð. Algjörlega. En ég held að gæðingakeppnin sé líka ómissandi. Það er að halda í þetta. Já, við megum ekki missa þetta út. Sofna á verðinum og missa hana út. Nei. Hún hefur margt sem að íþróttakeppnin hefur ekki. Og öfugt. Já. Þannig að þetta er bara mjög skemmtileg tilbreyting að í rauninni að hafa bæði. Það er gaman að hafa möguleika á öllum þessum kostum. Að geta hafa þessa fjölbreytni í hestamennskunni. Já. Ég held að það sé bara styrkja okkur, bæði sem reiðmenn og markaðslega. Já, algjörlega. Hvað segja það?